Já, komið sælir kæru sportkrakkar. Þið fáið ykkar eigin myndband, þið eru svo spes. Ég er að reyna að setja fleiri en eitt myndband saman af því YouTube er með ákveðin kvóta á myndbandafjölda á sólarhring, þannig að ég er að reyna að koma þessu öllu út saman sólarhringinn, en þið verðið að vera svona sér. Ég ætla að biðja ykkur að vera með spurningu í huga eða eitthvað málefni sem er ykkur ofalega í huga. Hafa spurninguna opna, það er að segja hvernig, hvar og hvenær, en ekki búast við já eða nei svari. Og við skulum bara sjá hvað kemur. Fyrsta spilið er kjarni málsins, það sem ræðir varðandi spurningun ykkar. Og það er vagninn og hér er mikill kraftur á ferðinni. Þetta er spurningin að hafa stjórn á lífi sínu og stýra því þangað sem maður vill eða óska sér. Þannig að það er eitthvað varðandi spurninguna ykkar sem gerir það að verkum að það þarf að hafa stjórn og þetta spil tengist sterklega krabbanum, ef það segir ykkur eitthvað, sem er enda líka vatnsmerki eins og þið. Þannig að það er gríðarlegur kraftur hérna, ég var búin að segja það, og stundum er hann kallaður sigurvagninn, þessi vagn. Þannig að eitthvað virðist mér við byrja á góðum nótum. Það sem hjálpar varðandi spurninguna eða málefnið það er að komast yfir erfiðleika eða sorgir. Freisturinn getur verið hjartasorg, hann getur verið vonbrigði, einhver hefur sært þig eða hlutir hafa ekki farið á það veg sem að þú hefur óskað þér. Hugurinn og hjartað eru ekki að tala saman, eða ekki sammála. Þannig að það sem hjálpar er að heila hjartasárin, skulum við segja. Allavega að reyna að komast yfir sorgarferli eða erfiðleika sem hafa verið við líði og reyna að leysa þá í leiðinni erfið mál og erfið samskipti. Og kannski neikvæða umfjöllun eða neikvæðar hugsanir í hvaða formi sem er. Það er það sem hjálpar. En hvað hindrar? Er eitthvað sem kemur í veg fyrir flæðið varðandi spurninguna. Það sem hindrar gæti verið of mikið kæruleysi, að hlutirnir séu látnir að reika á reiðanum, heitir það ekki? Eitt af því sem hindrar gæti líka verið bara að einhver sé svona barnalega þengjandi skulum við frekar segja. Taki hlutunum ekki alvarlega og sé bara of mikið eitthvað flöktandi, ekki með báða fætur á jörðinni. Þannig að það sem þarf hérna til að hlutirnir gangi vel er einhver önnur orka en sú sem kemur með fíflinu. Hér þarf að taka hlutina föstum tökum, eins og við vorum að tala með vagninum að hafa styrka stjórn á lífi sínu. Ok, það sem er vitað og það sem er upp á borðum. Það eru ákaflega fallegar tilfinningatengingar. En þetta getur verið samband tveggja einstaklinga, ástarsamband, vinarsamband, sterk tenging. Það er það sem er upp á borðum og það sem er vitað og það sem sést. Það eru bara falleg samskipti og
tilfinningaflæði í jafnvægi. Getur verið fyrirgefningssættir, vellíðan. En hvað er undir niðri og er jafnvel falið varðandi þetta málefni? Það er eitthvað réttlætismál. Það getur verið að það sem það er undir niðri eigi eftir að koma upp á yfirborðið og það sé hið eiginlega réttlæti í málinu og það eigi eftir að skera úr hlutina. Réttlæti getur verið allt sem tengist dómstólum, það getur verið úrskurður ýmiss konar, getur verið skilnaður og þetta er það sem er undir niðri og er ekki vitað. Þannig að það er þá gott að vera meðvitaður það ef að eitthvað er í gangi sem að væri ef til vill betra fyrir þig að vita Niðurstaða úr dómsmáli getur líka verið átt eftir að koma í ljós. En hvað sem það er, það verður réttlætinu fullnægt hérna. Undanfari þar sem er búið að gerast sem varðar spurninguna þína, kæri sportdreki. Það getur verið eitthvað sem tengist börnum eða ungmennum. Það getur líka verið viðkvæmar tilfinningar. Einhver hefur beðist fyrirgefningar, einhver hefur fengið fyrirgefningu. Það getur verið þú eða einhver annar aðili í þessu máli. Þetta getur verið tjáning tilfinninga. Það sem er búið að gerast, að einhver hafi tjáð svona ungæðislegar viðkvæmar tilfinningar sem eru ekki alveg búnar að blómstra almennilega eða þroskast ennþá. Og svo getur þetta verið einhvers konar málefni varðandi börn eða ungmenni líka. Þetta er svona ljóðræn og dreymin manneskja sem er undanfari að þessum kjarnamáls. Gæti verið annar aðilinn í þessum fallegu samskiptum hérna líka. Að einhverju hafi komið með bikar, með tilfinningarnar sínar og boðið þær. Það sem að gerist næst, það sem að eftir að koma og gerist næst. Já, það er bara mikill fögnuður og er að fagna áfanga. Í einhverjum tilvikum getur þetta hreinlega verið ástarsamband sem er að þróast, sem að þróast síðan yfir í einhvers konar skuldbindingu eins og giftingu eða fasteignakaup eða eitthvað slíkt. Að loksins sé búið að taka ákvörðun og stefna að henni. Þetta lítur þannig út. En það á ekki endilega við ykkur alla, kæra sportdrekar. Hvar eru þið í stöðunni? Staðan á sportdrekanum. Sportdrekinn virðist vera himinlifandi. Þannig að þið eru ánægðir með þetta ferli og þessa útkomu. Það segir mér enn og aftur að þetta eru jákvæðar, fallegar tilfinningar sem eru hérna í gangi. Og það borgar sig þá að komast yfir þessa erfiðleika eða sorg eða sættast. Þetta getur líka verið rifrildi sem hefur ollið einhverjum erfiðleikum. Hvernig líður hinum aðilanum?
ef þú ert ekki að spyrja aðra mannesku, þá getur þetta líka verið umhverfið. En þú virðist allavega í góðum málum. Hinn aðilinn fær líka 9 en það er 9 af allt öðrum toga. Hann virðist vera kvíðinn og bara ekki líða nógu vel. Á meðan þú ert að upplifa hérna uppfylltar óskir, þá er hann að kvíða því sem kemur. Ef til vill bara sefur ekki á nóttinni og hafa áhyggjur. Ef þetta er ekki einstaklingur heldur bara orkan í umhverfinu, þá stingur hún ákaflega í stúf við það sem er hérna í gangi og getur þá bara verið óþarfa áhyggjur eða eitthvað sem þú ert að búast við að sé neikvætt en sem að er það svo ekki. Því að sverðin tákna alltaf hugsanir okkar og hugurinn er oft okkar versti óvinur. Nú er svolítið spes að sjá þessar andstæður hérna. Útkoman sem þú vonast eftir í þessu máli, sem þarf ekki endilega að verða endaleg útkoma. Hún er bara kraftur og styrkur og getur falist hérna í mannesku sem býr yfir þessari kvennorku, getur verið kona. Og þú ert að vonast eftir því að það verði bara styrk stjórn á hlutunum. Þessi drottning er þekktur að vera röggsöm og stjórna af sanngirni. En útkoman aftur á móti sem er líkleg hér þarf ekki endilega að samræmast þínum óskum. Og hún er samt sem áður mjög jákvæð, falleg. Hérna er fallegt flæði tilfinninga, hjálpsemi, fyrirgefning, sættir og málamiðlun. Og ef ég svona tek þetta svolítið saman, þá lítur þetta út fyrir kærustupordreki, fyrir einhverju ykkar allavega, að vera manneskja sem hefur hérna verið með tilfinningar sínar á erminni. Það er voða skrítið að segja það á íslensku. Enskan segir hérna to have his emotions wear it on his sleeve. Þetta er sérst manneskja sem hefur verið að tjá tilfinningar sínar og það geta verið ástartilfinningar eða djúp vinátta sem að speglast hérna í þessu pari eða þessari hérna vináttu eða þessu flæði sem er þarna í gangi. Og vagninn bendir til þess að hlutirnir séu farnir af stað af krafti og það eru ákveðnir erfiðleikar sem þarf að komast yfir til að hlutirnir gangi vel. Það má samt ekki kasta til hendinni og sýna mikið kæruleysi. Og undir niðri er ef til vill bara hreinlega bónorð eða að hlutir eru að fara á þann veg sem að er best og sanngjarnast fyrir alla. Og síðan er framundan hérna fögnuður og verið að halda upp á einhvern ákveðinn áfanga sem gæti vissulega verið gifting eða einhvers konar sameining, skulum við segja, sem að þú virðist minn kærustupordreki vera mjög ánægður með. Það getur verið að hinni manneskjunni kvíði samt sem áður því sem á eftir að gerast og hún er kannski að gera sér í hugalund alls konar vitleysu sem að ágefur rök að styðjast.
Þú vonast auðvitað bara eftir annarkvort manneskju sem hefur yfir þessum eiginleikum að ráða, sem sterk og röggsöm, eða þú vonast eftir því afsakið að fá þessa eiginleika sjálfur, kæri sportdreki. Það væri nú ekki amalegt að geta nýtt sér krafta stafadrottningarinnar, og útkoman hreinlega bara verndarengill sem heitir temperance á ensku en hefur verið þýddur sem hófsemi, sem þýðir í raun og veru bara jafnt flæði, að það hallar á hvorugan aðilann og allir koma saman í miklu bróðerni og sættir og fyrirgefningar hluti af þessu spili, mikil heilun og allt svona jákvætt á tilfinningarsviðinu. Þannig ég þarf ekki að draga nein spil aukalega hérna, nema ef til vill á þessa nýju sjá hvað hún sker sig úr. Ok, þið vilja ég dragi eitt spil á hana. Já, þetta bara spurning að það komist jafnvægi á í huga þessa aðila og hann finni jafnvægi á milli þess að vera með áhyggjur og að leyfa hlutunum að fljóta eða flæða. Falleg lesning, kæru sportdrekar, og ég vona að þið finni eitthvað í þessu sem hjálpar ykkur. Þá ætla ég að þakka fyrir mig og senda ykkur ljós og kærleika.